Já, velkomin á Rauðaborðinu. Í kvöld ætlum við að tala um hinsegin baráttu. Þeir sem hafa fylgst með hérna vita að við höfum stundu tekið hérna kvennabaráttuna og rætt bara hver staðan er, svona hver eru verkefni framundan, hvernig hún hefur breyst til þess að hjálpa fólki að skilja og til þess að hjálpa fólki til þess að skilja hinsegin baráttuna og á hvaða stað hún er og hvert hún mun kannski fara á næstunni. Hingað komið góður hópur af fólki. Það er Álfur Birkir Bjarnason, hann er nýkjörinn formaður Samtakanna 78 og Tóttla Sæmundsdóttir, hún er fræðslustýra í samtökunum. En hérna eru líka tveir fyrrum formenn samtakanna, Margrét Pála Ólafsdóttir sem er leikskólakennari og hvað heitir það, entrepreneur og Matthías Matthíasson sem er sálfræðingur og líka fyrrandi formaður samtakanna og Einar Þór Jónsson sem er þroskaþjálfi og hérna er framkvæmdastjóri HVF Ísland. Ég sé það núna þegar ég er að þylja upp starfsetina, við erum með hérna 3 úr umönnunarstjættum svokalluðum, þannig að ég býst við að þetta verði mannúð sem að svífur yfir þessu þætti. En við ætlum að tala um hinsegin baráttuna og við byrjum, það er bara eðlilegt að byrja á þér Álfur af því að þú nú nýkjörinn formaður og án svo ég sé að byrja að fara með einhverja kosningaræðu. Hver eru svona helstu verkefnin í samtökunum og kannski í baráttu hinsegin fólks fyrir viðurkenningu og réttlæti? Já, þegar stórt spurt sko. En í Samtökin 78 hafa svona undanfarin ár svolítið einblínt eða nýtt sér regnbogakortið sem Ilga Europe gefur út til þess að meta stöðu hinsegin mála á Íslandi og í samanburði við Evrópuþjóðaraðila. Við erum í 14. sæti þar sem er bara ekkert voða gott fyrir hinsegin paradísina í Ísland með 54%. Þetta er svona slefar upp úr falli af sem sagt réttinda checkboxum sem við erum að skoða. En þarna til dæmis þarna eru hinsegin hælisleitendur að draga okkur niður vegna þess að við erum metum hinseginleika ekki sem viðkvæman hóp hælisleitenda og þá bara ekki einu sinni samkynhneigð þó að það sé mögulega sem sagt ástæða til mismununar í heimalandinu. Þarna er líka hatursorðræða og hatursglæpir. Við erum ekki með þyngingu refsingar ef að glæpur er framinn vegna haturs. Þannig að ef einhver hatar homma eða transfólk og fer út geggjört til þess að beita þessa hópa ofbeldi, þá er það ekkert verra heldur en að fara og beita einhvern annan ofbeldi sem að er þú veist, óvart homi eða trans eða hinsegin einhvern hátt eða svo sem þetta kemur litaraft og annað líka eins sko. Þannig að okkur vantar þetta og svo eru svona, þú veist, svo eru svo margir hluti sem okkur finnst eins og séu komnir af því að samfélagið komið svolítið langt með mjög margt og þú veist, hlutir eins og það að lesbíur sem eignast barn saman, jú, vissulega gengur bara önnur lesbían með barnið en síðan þarf hin að skrifa undir, jú, ég samþykki það að þessi kona er konan mín og ég sé tilbúin að eiga barnið mitt og það er eitthvað svona tímaskekkja og þannig að þetta er mjög vítt í rauninni, við erum á mjög eru mörg verkefni í gangi sko og hluti af því sem við erum að gera til þess er náttúrulega fræðslan sem að Tóttli getur gæti sagt okkur frá. En að þú berð okkur svona saman við aðra þjóðir, getur þú gefa okkur hugmynd hverju þá númer 13 eða 15 eða manstu það, hvaða svona Ég get komið svona að sé þetta nokkurn veginn. Malta er í fyrsta sæti og ég með þetta hérna fyrir frá mig. Og ég myndi halda að Írland væri í 16. sæti eða Þýskaland og svo eru Holland einhvers staðar rétt fyrir ofan okkur bara svona sem dæmi. Malta er með 94%, fær 9,4 í einhvern og hefur ennþá tækifæri til að bæta sig en það er nú ansi gott svona í samanburði við okkur hin sko og þau bera bara höfuð og herðar yfir okkur. Þannig að við erum að leiðin til Möltu í þessum málaflokki. Magga Pála, má ég spyrja þig, hvað myndir þú segja að væri svona helstu baráttumál þessa hóps? Helstu baráttumálin hjá okkur er
kannski stærsta málið okkar að muna eftir því að við erum ekki komin alla leið og svo það sem að við þurfum að vera með bara að halda opnu í umræðinu að ísinn þunnur og það getur komið bakslag, mennur þú? Það getur komið bakslag. Ég óttast það og því að við getum aldrei verið fullviss að það sem komið að það muni haldast en þetta viðhorf búið að vera á Íslandi. Já, við erum komin svo langt og þetta bara allt í góðu lagi en við skulum átta okkur á því að það allt auðvelt þegar við búum í góðu árferði, góðum efnahagsmálum, allt harla gott vegna þess að svona ofsóknir og fordómar blossa oftast upp þegar ótti gerir vart við sig. Við sem tegund, við verðum svo hrætt, við verðum svo óttastlegin og það svo auðvelt að sameina hópa gegn einhverjum. Það miklu auðveldur að sameina gegn einhverjum heldur en eitthvað. Þannig að ég myndi halda að það skiptir mestu máli fyrir okkur að muna eftir þessu. Við erum ekkert búin og það nóg eftir og við skulum heldur ekki gleyma því að þótt að við séum komin í þetta sæti yfir heimslistan og við vorum hlutfallslega ofar hérna áður. Það náttúrulega leitt að heyra. En mínur áhyggjur hvaða aðrir hópar hafa kannski mögulega tekið við því sem að við tókum á okkur á árum áður. Að vera skotspónn þeirra sem vilja sameina fólk gegn einhverju. Það kannski eins og kom fram hjá Álfi að það hinsegin fólk sem stendur verst á Íslandi eru hælisleitendur og flóttamenn og kannski innflytjendur. Getur það ekki verið? Nákvæmlega. Og það fordómar eru í raun og veru, myndi ég segja, eins konar vopn og þótt að það sé lagt niður gagnvart einum hópi að þá vopni fyrir hendi og það eru aðrir hópar sem við erum tilbúin að beita bara hreinlega mannréttindabrotum gagnvart. Matthías, það ekki rétt að þú hefur eitthvað leyti unnið með hælisleitendum og flóttamönnum, samkynhneigðu fólki sem hingað hefur komið? Jú, ég hef gert það og þá fyrst og fremst einmitt eins og segir samkynhneigðum einstaklingum frekar heldur en öðrum hópum hinsegin samfélagsins. Þannig ég þekki svona best til þeirra, hef aðalega unnið í því samhengi með karlmönnum sem hafa komið sem flóttamenn og jafnvel hefur þetta meira sér komið upp í viðtölum án þess að viðkomandi væru skráðir eða að Útlendingastofnun væri á einhvern hátt að taka tillit til þess og þetta hefur verið bara mikið og erfitt og flókið mál fyrir þessa einstaklinga að vinna úr sínum aðstæðum vegna þess að þeir kannski búa með öðrum og það má ekkert fréttast og ekkert spyrjast og þeir eru jafnvel mjög efins hvort þeir geti nýtt sér þessa stöðu sína af því að einhverju leyti hefur verið tekið tillit til svona hinsegin aðstæðna fólks en varnarleysið þvílíkt að þeir geta jafnvel ekki einu sinni nýtt sér þennan statusinn ofta við það að upp þá komist af því að síðan geta þeir enda á því að vera þá bara sendir heim eða sendir eitthvert og þá sitja þeir uppi með að það hefur spurst út þannig að líf þeirra og öryggi bara í stórkostlegri hættu. Þannig að þeir eru í alveg ótrúlega varnarlausri stöðu þessi menn og allir hinsegin einstaklingar sem að í rauninni koma sem hælisleitendur og flóttafólk. En lýsingin hjá Álfi var svolítið svona held í takt við það sem að margir upplifa á Íslandi að svona mannúðin í samfélaginu hún endar einhvers staðar nálægt Útlendingastofnun. Já, ég held að það sé að mörgu leyti rétt og nú vil ég ekkert nýta eitthvað sérstaklega í Útlendingastofnun, hún afspringið þess kerfis kannski sem við höfum og fólk eru örugglega að reyna að gera ýmsa hluti vel þar og að því örugglega í einhverjum tilfellum en kerfislega vond staða staðreynd hjá þessum hópi og hjá auðvitað bara öllum hópum hælisleitenda og flóttafólk sem kemur til Íslands vegna þess að það ekki innbyggt í kerfið að það sé unnið úr eða greitt úr málum heldur einhvern veginn þetta svona versmiðjukennt bara afgreiðsla mála
og það þýðir að auðvitað viðkvæmustu hóparnir koma verst út og hinsegin fólk í alveg ótrúlega viðkvæmri stöðu. Og það getur líka verið hættulegt vegna þess að víða í heiminum þetta bakslag sem að Magga Pála var að nefna. Við sjáum það í Austur-Evrópu, við sjáum það í Bandaríkjunum, við sjáum það bara mjög víða, mjög alvarlegt bakslag. Þannig að getur að verið þannig að stjórnvöld átti sig ekki á því hvað það getur verið hættulegt Ég held að það sé svolítið þannig, sko. Það eru tveir hópar fyrst og fremst sem eru í hvað viðkvæmari stöðu yfir bara liggur við allan heiminn. Það transfólk og þá sérstaklega transkonur og samkynhneigðir karlmenn sem ekki geta stundum falið eða tvíkynhneigðir karlmenn sem ekki geta falið kynhneigðina sína, falið einhverja tjáningu eða þeir eru bara grunaðir eða einhvern veginn þeim stillt upp. Þessir tveir hópar og í rauninni að því við setjum svolítið hinsegin reglífun alltaf á þá gleymast undirhóparnir stundum og þess vegna gott bara að nefna það með, ekki að taka hinsegin reglífuna út, alls ekki, en svona að nefna það með hvaða hópar það eru. Í Tjetjeníu voru það ungir samkynhneigðir menn sem voru fangilsaðir og pyntaðir og á fleiri stöðum það að gerast. Í Suður-Ameríku að þar eru það kvenlegir kallmenn, samkynhneigðir sem verða fyrir árásum og barsmíðum og transkonur sem verða fyrir árásum og barsmíðum og það bara mjög víða heim. En auðvitað ætla ég samt ekki að draga úr því að það eru líka hinir hóparnir í hinsegin samfélaginu sem verða fyrir árásum víða, en þetta eru svona þeir hópar sem verða verst úti. Einar, má ég spyrja þig svona eins og Grand Old Man, byrja að horfa svona aftur yfir svona tímanum það sem að hefur gerst. Það náttúrulega orðið stórkostleg bylting á Íslandi í málefnum samkynhneigðra og hinsegin fólks á tímabilinu. Miklir sigrar. Og er það þannig að í því geti skapað svona andrúm þar sem ekki hægt að sjá kannski hópa sem að verða eftir, að fögnuðu þeirra sem hafa svona fengið mikið, þetta er að hálfpartinn að vitna í svona í kvennarhreyfinguna, þar sem að kannski eru stóri sigrar hjá þeim sem eru betur settir og hafa unnið mikla sigra og þá kannski verður hreyfingi svolítið blind fyrir þeim sem eru kannski láglauna, fatlaðir, innflytjendur, brúnir og hörund og annað slíkt verða eftir. Er það eitthvað slíkt sem að getur að hafa, sem að þið eigið við að glíma í hinsegin baráttunni? Já, byrju nú við, hún á svo stór og víð þessi spurning og þetta var eitthvað við, það bara spurt stórt við rauðaborðið, sko. Já, en ég hugsaði svo margmenn að, sko, ég tek bara upp til það sem búið að segja að við þurfum að vera á verði og það sem sagt, sko, bara til að orða það í stutt að við erum mjög meðvituð rétt okkar og það hafa orðið mikla réttabætur í samfélaginu og ekki bara í málefnum hinsegin fólks. Og við þekkjum fjölbreytileikann og langt flestir vilja ekki gefa annað upp en að þeir fagni því að allir hafi sama rétt og slíkt. Ég held að við getum samt alveg örugglega svona sammælst það að það skortur á umbyrðarlyndi hérna í samfélaginu. Og ef að þú einhvern veginn ekki, það gerist einhverjir hlutir og við þekkjum við samfélagsmiðlana og það að vera ekki alltaf að spegla sig í því að þú sért réttlátt og flott og góð manneskja, þá kannski bara betra að fela það. Og ég tek alveg undir, innflytjendur, fátækt og ýmsir svona þættir sem verða til þess að þú kemst aldrei upp úr hjólförum sem þú ert í og við sjáum alveg, þú veist, ef við tölum hinsegin fólk og ég rúmlega 60 hommi og ég þekki homma samfélagið mjög vel og verið þar þáttakandi í áratugi. Mér finnst að vera þannig núna að þú veist að þú flottustu hommarnir eru þeir sem að hafa það þokkalegt peningalega,
hafa komið sér vel fyrir, hafa ættleitt 1 eða 2 börn eða fengið staðgangumóður eða hvað hefur verið gert og eru formenn í húsfélaginu og í einhverju fallegu húsi og eru að spegla alveg nákvæmlega það sem að þykir eftirsóknarvert í lífi gagnkynhneigða meirihlutans og við erum einhvern veginn þarna sko og svo kemur kannski samkynhneigður háva fjárkvæður hommi sem hefur aldrei náð einhvern veginn að mynda samband, parasamband við aðra mannesku og hans líf gengur dálítið út á það að fara til Amsterdam og Berlín að skemmta sér og hann ekki svona kannski eins eftirsóknarverður á vinnumarkaðnum og einhver annar. Þannig að þetta allt þarna ennþá en sýnileikin hefur aukist og við þorum og getum miklu frekar barist fyrir okkar málum sko. Ég veit ekki, spurningin var svo víð og ég tala svo mikið að þá það eitthvað þarna þetta með að umbyrðarleyti. Við erum ekkert komin þangað sem að við viljum að allir búi að samskonar réttlæti þó allir séu mjög ólíkir, innbyrðis og utan á sér og með líf og reynslu í bakpók og allt þetta sko. En mér langar að spyrja þig í framhaldi því sem þú ert að segja, því að þú ert svolítið að lýsa því að við miðaldra homman sagt, sko, þú mátt koma hingað inn í millistéttargildin okkar, fjölskyldugildi og verða svona eins og þau gildi eru, en þú verður að skilja eftir þig svona allan þann kultúr sem að kannski hefur verið í kringum homma og samkynhneigt fólk árum saman. Þannig að það er viðurkenning á þér mannesku ef þú fellur fram og tilbyður mig, svo ég segi nú eins og fristarinn í biblíunni. Það var svolítið þannig sem að mér fannst þú vera að lýsa þessu, að þú mátt koma inn, ef þú verður eins og millistéttarmaður, venjulegur, með öll okkar gildi, en við viljum ekki hafa sko hommalega við þig. Það þetta gildismat og það sama sýndarmennskan og snobberið í þessum sem annars staðar, nema það sem ég nefndi ákveðið svona hópur hinsegin fólks, og nú tala ég aftur samkynhneigða að kalla því ég þekki það best, að þetta geta svona farið dálítið svona sínar eigin leiðir og þurfi ekkert að hafa fyrir því að vera útskýrða. Mér finnst ýmislegt þarna sem við, getum alveg fara að leyfa okkur að svona, hvernig, ég fannst til mjög áhugaverð umræða núna, sko, þú veist, sem að Píratarnir byrjuðu með fyrir einhvern tímann á þinginu að tala þú veist, hvað væri ein fjölskylda og hvaða fjölskylduform það væri. Geta verið 3 og 4 í einu sambandi og slíkt. Mér finnst það allt svona mjög áhugavert og við erum að fara aðeins meira út í þetta að hoppa út úr því sem við höfum alltaf verið að gera saman. Þá má ég spyrja þetta. Það er svona, þegar maður spyrja hvernig gengur í baráttunni, þá er þetta telja upp svona formlega breytingar sem hafa verið gerðar, en líklega er það bara hluti af baráttunni því að annar hluti er bara virðingu og viðurkenningu, ekki bara á því að fá að vera með, heldur að fá að vera með eins og maður er. Hvað, kanntu að gefa mér eitthvað svona hugmynd það, hvernig þetta vegur saman svona? Já, mér finnst Einar sé að tala að sko viðurkenningin svona það mætti vinna aðeins í henni frekar heldur en að vera að telja upp sko svona lagalega atriði sem hefur tekist að breyta. Já, það sem við vorum að tala svolítið áðan í samhengi við regnbogakortið er náttúrulega allt lagalega breytingar. Og það fæst því að kannski eini mælikvarði sem við höfum til að sjá breytingar. Það er tiltölulega erfitt að mæla samfélagslega viðhorf í hvert og eitt skipti. En stærstu breytingarnar fyrir fólk samt í samfélagslega viðhorf að þú getir fáir að lifa eins og þú vilt lifa og fáir að haga þér í lífi eins og þú vilt haga þér, hvort sem það er einmitt að eiga 1 eða 2 eða 3 maka eins og við erum að skoða áðan. En já, ég myndi segja að þetta sko, við höfum verið svolítið föst í þessum mælingum með regnbogakortið, af því að það er eina sem við höfum mælanlegt á milli landa, en svo sjáum við stundum til dæmis eins og lönd sem eru kannski ofar en við á kortinu, að þá er samfélagið samt ekki komið alveg að blátt. Við höfum fengið til dæmis fólk sem hefur flúið til Íslands í rauninni frá rétt hærra landi og þá eru samfélagsbreytingarnir ekki komið jafn langt og lagabreytingarnir. Og það er svolítið við erum að sjá sko hvort hýfir hvað upp í rauninni.
Og hvernig glímum við það? Hvernig glímum við það þegar fólk fær ekki að hegða lífi sínu bara eins og það vill? Hvernig getur við barist gegn því? Sko, ég náttúrulega að vinna við fræðslu, þannig að minn grunnur alltaf við fræðslu. Aftur og aftur og aftur skal ég fara þangað. Af því að þegar við opnum umræðina og ræðum fólk, þá kemur upp samfélagsbygg. Ég sé það svo oft þegar hlutinir eru ekki ræddir og þegar það þögn hlutina. Og þá áætlar einhvern veginn fólk að það sé eitthvað slæmt í gangi og þá byrjar að grassera alls konar ógeð sem við viljum ekki sjá. Þannig að með samtali, með fræðslu, held ég að sé alltaf leið fram á það. Og þetta að batna? Það stundum sagt, maður heyrir það svona að unga kynslóðin þá séu bara viðhorfin allt önnur. Það svo? Já, á einhverju leyti. Ég einmitt að fara, eftir þennan þátt ég að fara í hinsegin félagsmiðstöðina. Þar sem við rekum í Reykjavíkurborg félagsmiðstöð fyrir krakka á aldrinum 13-17 ára. Og þetta náttúrulega 101 eða ekki? Ekki 101? Jú, þetta Veðurstofuskóla. En þetta náttúrulega hefur verið eitthvað svona útópísk hugmynd fyrir mig sem ungling, sem hinsegin ungling, að hafa athvarf þar sem ég get verið bara nákvæmlega sem ég vil vera og hitta fólk sem er í svipum pælingum og ég. Og þetta náttúrulega bylting í raun að þau fá að vera frjáls. En að samskapi leið og það ekki ég tala við krakkana, leið og það þöggun hlutina, að þá förum við að sjá líka alls konar ljóta hluti. Þetta alls ekki búið. Og ég vinn alltaf inn og út úr skólum allan daginn og það ekki þannig að öll ungmenni séu fordómalaus, langt því frá. En ég held samt að því ég svona bjartsýniskona eldisfæri, þá held ég þetta sé alltaf að batna, eins og þess. En svolítið eins og við komum inn á áðan, sem Magga Pála kom svolítið inn á áðan, með að vera á verðinu. Við sjáum hvernig hlutirnir eru að fara í Bandaríkjunum til dæmis. Ég faktisk séð ólögleg í fylkinu í Flórída í dag. Mitt starf ólöglegt, ég má ekki tala fara í skóla og tala hinsegin málefni. Við sjáum í Pólandi eru LGBT svæði, þar sem er anti-LGBT svæði, þar sem bara má ekki tala það að vera hinsegin á neitt máta og ekki halda göngur. 100 sveitafélög tóku þátt í því í Pólandi til dæmis. Sjáum alls konar afturför í Bretlandi, þjónustu við transfæði, þetta alls þar. Og við sjáum hvernig hlutinir geta og hversu hratt geta hrokkið tilbaka. Þannig að þetta svona spurningum að halda sér alltaf vakandi og vera á verði. Má ég, að því þú segir þetta? Ok, ekki svolítið. Mér langar að koma inn í þetta vegna þess og segja bara frá dæmi frá vinkonu minni sem Ungverji og býr í Ungverjalandi, að dóttir hennar, hún lesbía og í sambúð með annarri konu og þær voru búin að gifta sig og svo bara, og voru búin að fara í tæknifrjóvgun og eiga núna tvíbura mjög hamingjusamlega, en eitt góðan við þetta voru þeir ekki gifta lengur. Það var einföld lagabreyting og það sama gerðist með forræði yfir barninu, að það eingöngu móðurinn sem fæddi barnið sem að núna viðurkenndur aðili og þessi dásamlega vinkona mín, að henni finnst nú samt ennþá þetta vera bærilegt, en það farið að hún gyðingur og lýsir af því og það farið að gera hrópaðinn á götu og þannig að við erum alltaf á þunnum ís þegar að heimurinn þarf að beina athygli og ótta sínum að einhverju, þá erum við alltaf í hættu og mér langaði að svona undirstrika þetta að við skildum aldrei vera of vissum að eitthvað sé komið til að vera endalaust. Má ég spyrja ykkur að þið að tala og það svona barátta og svo bakslag og það svona tilfinning fyrir að sé ykkur andstæðingur. Hver hann? Það forneskjan, það patriarkið eða hvað það sem hver andstæðingur ykkur? Þetta alveg ótrúlega góð spurning. Það að veldi og það. Nei. Nú skulum við fara að finna svona stundum önnur orð og önnur sjónarhorn á málin. Já, Magga Pála nefndi óttan áðan, Við erum eitthvað svo föst í því að ákveðnir hlutir eigi bara að gerast eftir ákveðnir röð, ákveðnir gildismati og þetta sé svona og já. Ég held að sé einhvern veginn þar og þá kemur aftur þetta með umbyrðarlyndi að svona raunverulega
tala það að það sé fjölbreytileiki ekki, því að ég held að við séum engan veginn komin út úr skápnum. Við bara fólk almennt með sig sem sína sem tilfinningaverur, sem manneskjur og allt þetta sko. Og það myndi kannski í framhaldinu minnka glæpir og minnka geðveiki og minnka alls konar ofbeldi sem við búum við þegar við raunverulega erum öll komin út með óttanum með það hver við í raun og veru erum. Það kannski einum háflegt það, en samt. Það eitthvað þetta froska dæmi sem við erum langt í land með burtséð frá menningu og sögu og gildismati og siðfræði á því. Ég held að sé líka einhver kúnstug andstaða við fjölbreytileika sem að bæði í gangi hér á Íslandi og í fleiri löndum, að það má enginn einhvern veginn vera öðruvísi, vera spes, vera frábrugðinn. Og ég hef tekið eftir því hérna í orðræðinni hér á Íslandi til dæmis af því að nú til dæmis sagt að allt samkynhneigt fólk hafi það gott, sérstaklega hommarnir, þeir eru svo gengur bara svo vel hjá þeim, ungir hommar bara koma út og þetta ekkert mál og ég hef heyrt þetta frá bara ótrúlega frábæru og vel meinandi fólki og ég get nefnt alveg fullt af dæmi og hafandi starfað í skólakerfinu sem skólasálfræðingur meðal annars að það alveg fullt af dæmum það að þetta bara gengur ekkert vel, meira segja fyrir unga samkynhneigða stráka eða stelpur sem að vilja koma út sem lesbíur eða já, og núna sjónum beint svolítið að trans börnum og transfólki og það frábært, það alveg brilljant en þá búið að afgreiða bara hitt út af borðinu, svona já, en það hlýtur nú að vera allt í lagi hjá ykkur en til dæmis bara krakkar á einhverju rófi, það bara ótrúlega flóki fyrir þau stundum að koma út sem gay, það stundum pínlítið léttara fyrir þau að koma einmitt út sem trans en það bara mjög flóki og þá það akkurat þetta við viljum bara normalísera allt einhvern veginn að fara bara í box og eins og Einar Þór var að nefna af hverju förum við ekki út úr boxinu með 2 einstaklinga sem að þurfa að búa saman og förum í að 3 eða 4 geti búið saman og fengi viðurkennda sambúðina sína og þau lagaréttindi sem að því fylgir við erum einhvern veginn föst í einhverjum viðjum og þá spurning sko hvað hægt að gera, dugir fræðslan líka pínlítið normatív, hún er var síðast í vissafinni þá var hún svolítið sko hugtök sem hins vegar nauðsynlegt að nefna en það vantaði svona persónulegar sögur, það vantaði svolítið að persónu gera þetta að við erum bara hluti af samfélaginu alveg svo við þyrftum að persónu gera bara fólk sem að kemur hérna sem hælisleitendur við þyrftum í rauninni að sýna andlit og segja sögur bara til þess að minna á þetta fólk en við förum einhvern veginn að afgreiða svona kategóríst setjum bara hlutina í svona einhver box eða bása og þá það bara afgreitt og búið og ég held að til dæmis hinsegin ungmenni mörg, til dæmis samkynhneigð ungmenni og tvíkynhneigð hafi akkurat lent í þessum vanda það bara svolítið búið að afgreiða þau út af borðinu þau hafa það bara fínt en svarið nei, oft hafa það bara ekki fínt og það bara rannsóknir sem styðja það sem dæmi það þannig að ef að krakkar koma út úr skápnum 15-16 ára segjum það að þau upplifið allan daginn í flestum atvikum dagsins að þau séu öðruvísi og þarna kemur sem sagt hommi og svo kem ég. Það svo mikið álag? Mjög oft ennþá, þó að sé ekki algilt og það sem betur fyrir í mörgum tilfellum að breytast en mjög oft það ennþá. Það talað svona mikroaggression, þetta svo ágætt orð af því að það sýnir svona þetta litla áreiti sem að stöðugt og ég segja bara fyrir sjálf mig, ég endalaust að koma út úr skápnum og kannski af því að ég svona orðin miðaldra og kannski bráðum vel það, að þá ég þá ég náttúrulega vanur þessum tíma í gamla daga þegar að bara hluti voru brjálæðislega flóknir en það kemur alltaf smá stingur ef ég þarf að koma út úr skápnum að nýju, ég kem á nýjan vinnustað eitthvað og þá þarf ég svona já, svo ég mann, eða eitthvað, svona segi eitthvað bara svona til þess að afgreiða og þá það búið og þá það farið, af því að við búum bara en ég fæ alveg vinsamlegar viðtökur, vinsamlegri heldur en margir af þessum krökkum sem að segja frá sjálfum sér, en það samt alltaf þessi
Stingur, ég þarf alltaf að vera öðruvísi og hvað þýðir það? Þannig að já, það er svona microaggression stundum í gangi eða svona áreiti. Og það kannski, þú veist, svo ég haldi áfram með það, bara eins og í mínum grunnskóla fyrir 15 árum, þú veist, þá var alltaf verið að tala um að allir væru homalegir og eitthvað svona dót. Og ég hélt lengi að þetta væri búið, svo var ég bara í ísbúð fyrir nokkrum árum, sko. Og og ég endaði bara, strákar mínir, nú þurfum við aðeins að tala um orðanótkun. Getið ekki bara verið að kalla einhvern homalegan. Ég er homalegur. Þú veist, ég vona að þetta hafi komist til skilja á þeim, en þú veist, þetta eins og Magga Pála segir líka, þú veist, þetta bara verkefni sem á eftir að halda, þetta að fylgja okkur svo lengi, sko. Og þú veist, við verðum að passa einmitt bara að svona menning, svona, þú veist, einmitt, mikroaggression í rauninni, grassir ekki aftur, eða takir sig upp einhvern veginn. Fyrir utan það náttúrulega að þú veist, við stöndum ennþá í verkefninu þar sem við þurfum að takast á við bara alvöru afleiðingar þess, sko. Má ég spyrja þig Álfur, hver er óvinnurinn? Og þá ég svolítið að veltaði fyrir mér, sko, kannski eigið þið sameiginlegan óvin með allt öðrum hópum eða er það eitthvað sérstakt sem að er andstæðingur ykkar baráttu? Nei, ég held að óvinnurinn sé, ég held að hann sé rosalega almennur. Þú veist, þetta er kerfið sem við byggjum upp og þetta er mikið til, þú veist, kerfi sem er byggt upp af, sko, kolóníal heimsveldum, sem sagt, og við erum í rauninni ennþá bara að vinna okkur út úr því. Og svo er það, sko, almenn af mennskun, hatur og mismunun, hún sprettur svo ótrúlega oft úr ótta við einhver sem þú þekkir ekki og einhver sem þú telur ekki mannlegt á einhvern hátt. Og horfðu mjög áhugaverða þætti sem sagt Why We Hate sem hægt að sjá þetta. En þú veist, og þessi afmennskun hefur fylgt okkur í mjög langan tíma. Við förum ekki í stríð við fólk sem við teljum vera mannlegt. Og það tekur bara mjög langan tíma að afmennska hóp að einhverju leyti, en þegar það er búið, þá erum við í ofsalega slæmri stöðu. Og þetta það sem er svo áhugavert við þetta að þetta getur verið svo sjálfsbrottið. Þetta er bara einhvern veginn samfélagið og kerfið, það bara gerir þetta. Og það er svo einkennileg tímalína. Þegar allt í einu bara, eða þú veist, allt í einu og ekki allt í einu, við erum komin á einhvern stað þar sem að fólk horfir á mig eða þann hóp sem ég tilheyri sem bara einhver svín eða þú veist, einhvern sem að, sko, tilheyrir ekki mannlegu samfélagi. Þannig að, já, það er svona sá óvinnur sem ég sé helst, sko. En svo eru náttúrulega ákveðin öfl í heiminum sem að nýta sér það að það er hægt að beita samfélög og fá samfélög til þess að afmennska hópa í rauninni. Já, það er eins og samfélög séu eiginlega bara þessi eitt af einkenni samfélag að geta gert þetta. Að beitt sér svona með þessum hætti. En Magga Pála, þeir vil ekki segja þetta sé feðraveldið, er þetta ekki feðraveldið? Er ekki bara, hommannir eru kallar sem að svíkja lit og lesbíur eru konur sem beygja sig undir feðraveldið, er þetta ekki feðraveldið sem er óvinnurinn? Auðvitað skiptir það miklu máli á valdakerfið. Það eru óþolandi konur sem að geta ekki, sem samþykja ekki kerfi, sem samþykja ekki þessi kynferðislegu skilaboð sem eru undirliggjandi í samskiptum kynjana á alveg hreint ótrúlegan hátt. Ég man hvað það komur á óvart þegar ég kemur félum byrja 26 ára gömul, það er mjög langt síðan, við skulum átt okkur að því, en mér fannst svo merkilegt að það var eins og sérstaklega karlmenn sem ég hafði unni með átt samskipti við varandi vinnuð eitthvað í þáttina, að það var eins og vissi ekki alveg hvernig það er hægt að tala við mig. Þegar var ekki hægt að vera svona, já, bara stelpur, hvað segir þið gott í dag? Bara svakalega, ertu með fína bara ótrúlega ertu flottur blússu, eitthvað. Þetta er undirliggjandi og við sjáum þetta bara á þessum markaði sem er í gangi. Fólk kemur fram eins og konur í fjölmiðlum og það þurfa að vera í flegnu og það þurfa að vera mjög smart til að
til að halda forgjöfinni. Þannig að þetta þessi kynferðislegi undirtónn sem sagt feðraveldisins sem að notar bara svona kynferðislega skírskotanir alveg gríðarlega mikið til þess að stilla hlutunum upp. Og ég man ég þurfti nánast að taka svona ákveðna menn í námskeið og bara, já, myndu bara ég og hinir strákarnir prófa bara að tala við mig eins og ég veri strákur, bara prófa þetta. En fólk áttar sig ekki á þessu. Þetta eitt af því sem er hluti vandans og með þessum kynferðislegu skírskotunum, þá erum við ennþá að viðhalda hugmyndinni í elsta hluta heilans og ég fari yfir í mitt fag, en við vitum að heilabörkurinn sem er rökhugsunin og þetta bara takast vitsmunalega á við lífið, það allt í lagi ef allt gengur vel og allt í fínu lagi, en elsti hlutin, heilastofnin, eðluheilin, hvað sem við viljum kalla það, að hann tekur engum rökum, hann bregst við í svona blindum ótta og svona blindri árás. Og þetta eitthvað sem við sjáum bara byrja hjá börnum og þá kemur þessi efi, ég ekki ef ég fell ekki inn í þetta, á einhvern veginn áttu þau skynja það svo ótrúlega ung, hvað þá? En við búum öllu við þetta, ég hef alveg þurft að vinna og allir þurfa að vinna með sig að það eru ákveðin atriði sem geta sett þennan elsta hluta heilans í gang, eitthvað sem einhvern veginn bara ógnar okkar bara grundvallar tilvist, bara já, lífið eitthvað allt öðruvísi en ég held, við missum fótana. Má ég spyrja þessu að þú nefnir eðluheilan og viðbröðin, óttaviðbröðin. Nú svona allt í einu skellur á stríðsástand í samfélaginu og það eiginlega svona stríðshugur af öllum Vesturlöndum langt út fyrir átakasvæðin. Er þetta andrúm sem er hættulegt hópum eins og hinsegin fólki? Þegar það kemur svona þessi óttaviðbröð sem maður finnur, það bara að gengu eftir þessa innrás, að gengu bara svona einhver óttaviðbröð samfélagið. Er þetta hættutími? Í mínum huga þá er það algjörlega hættutími fyrir alla sem að standa ekki sterkir og þótt að ákveðnir hópar af hinsegin fólks séu með bærilega sterka stöðu, þá eru þeir alltaf með lakari forgjöf heldur en streit einstaklingur í nákvæmlega sömu stöðu. Það er svona eitthvað sem ég vil stundum gleyma, að meira sé mjög viðurkennt og virt homopar eða gamall lesbíupar eins og ég og konan mín, að við erum samt, forgjöfin er öðruvísi og þegar óttinn byrjar að þá hef ég áhyggjur af öllum hópum og öllum einstaklingum sem að hafa ekki fullkomna og góða forgjöf. Það er bara full ástæða til þess að óttast það og óttaumræðan sem við finnum afstæðar, hún fæðir og styrkir viðbröð barna sem sagt gagnvart því að fara í óttahugsunina, ekki í rökhugsunina. Þannig að þetta er okkur öllum varasamt, leyfi ég mér að fullyrða. Tótlar, það er alveg hjartanlega sammála því. Nei, ég ætlaði bara að fá að segja að ég væri alveg hjartanlega sammála því. Þú veist, það er alveg sama hvar við stígu niður fæti, þú veist, þegar fólk orðið hrætt, þá eru bara réttindi okkar sem eru á einhvern nátt öðruvísi, það er erfitt að flokka okkur og það er erfitt að segja hvort þið séu með eða móti eða eitthvað, þá bara, þú veist, það er svo auðvelt að taka hlutina á okkur og við verðum að passa okkur. Tótla, það sem ég ætlaði að koma til þín, ég ætla að segja að ég þekki krakka sem er í þessari miðstöð. Og það er svo rosalegt relíf að koma þar inn vegna þess að ég upplifa þannig, ég er nú bara hlusta á krakka lýsa þessu, og þá er það þannig að þú kemur allt inn í heim þar sem er meiri fjölbreytileiki því að hlutin er svo þröngur að það er ekki hægt að vera þar og ég bara veitu krakka sem veit ekki hvað eru stödd hvort þessu hinsegin eða kynsegin eða eitthvað sem að upplifa þetta, það er svo þægilegt að vera innan fólk sem er alls konar. Þannig ég ætlaði bara það miklu meira frelsi við maður umkringdur fjölbreytileika. Já. Það sem að mitt eftir eitt í hug, að barátta samkynhneigðra hefur verið mörg hugtök eins og að það kom til skápnum, nýtast öðrum hópum. Það er bara gangast við sér.
Það fólk þarf að gera það í baráttu fatlaðra. Fátækir að gera þetta núna, koma fram og gangast við því og segja ég fátækur og það það sem að á mig dynur út af því ekki mín sök, heldur samfélagsins. Það ég að bera byrðar sem að samfélag leggur á mig og það svo margt í sem að væri hægt að taka úr að sumuleyti glæsilegri frelsisbaráttu samkynhneigðra frá miðri síðustu öld og til okkar tíma sem hægt að höfða til. Kennslan sem að þú fer með, hún þetta? Verið að tala hérna glæsilegu mannúður og baráttusögu? Ef ég hefði allan tíman í heiminum með krökkunum, þá myndi ég svo sannarlega fara yfir miklu fleira. En mér svolítið að koma inn á það sem Matti var að segja áðan, að þessi hugtakakennsla, við erum sannarlega breytt því á síðustu árum. Það nú ekki eitthvað svona beinþýðing á orðum sem við erum að skoða, heldur við bara svolítið að skoða tilfinninguna og hvað maður gerir ef maður heldur maður sé hinsegin eða hver þetta á samband við, hvernig þetta að tala við og hvernig getur maður stutt vini sína sem að ganga í gegnum þetta. Og þetta miklu meira svona kannski á því leveli í dag, þá erum við miklu meira að skoða svona þetta persónulega. En að sjálfsögðu þá notum við orð og skilgreiningar og hugtök til þess að skýra hvað við erum að segja, en það nú tiltölulega lítil áhersla á það að þau kunni ykkur orð utan að. Nú ekki mikið að skoða það. Heldur meira erum við bara að spjalla með fólks í alls konar og sérstaklega finnst mér svona skemmtilegast þegar að fara inn í þessu hópa því ég vil bara svona klukkutíma kannski 80 mínútur með hverjum hóp. Og þá eiginlega svona uppáhaldstíminn minn svona nafnlausa fyrirspurnir og spurningar og fá að vita allt sem þeim langar að vita. Þegar þá kemur upp alls konar reynslusögur, pælingar, eitthvað sem þeim vantar svör við. Það svona helsta sem við erum að skoða. Af því að mér heyrðist þú vera svona að svara, af því að það kom fram þarna í heimildamyndaflokknum, hennar Hrafnhildar sem var sýndur, það var ágreiningur inn í hópnum sem kannski ósköp eðlilegur vegna þess að þetta svo löng saga. Fyrri hluti baráttunnar kannski í líkingu við frelsisbaráttur svartir í Bandaríkjunum og kvennahreyfinguna og svoleiðis og svo bara breytist tíminn og við komum inn í tímabil sem kennt við identity stjórnmál og hvað sem er kallað. Þannig að það eru svona mismunandi sjónarmið og ólíkt á milli kynslóða. Hvað er þetta svona átök í hópnum, Tólla, myndur þú segja? Svona afstaða til hvernig á að heyja baráttuna, hvað hún er? Einmitt. Sko það var náttúrulega komið upp flókin tími þegar þessi heimildamynd átti sér stað, en ég upplifa ekki þessi átök í dag. Mér finnst það tekist mjög vel spjalla á milli kynslóða og sjá sjónarhorn hvers annars og svo framvegis. En ég upplifa ekki átök á milli kynslóða í dag, en það voru vissulega erfiðir tímar það leyti sem þessi heimildamynd að koma út. Og þá var svolítið kannski átök hvert við verðum að stefna. Og við vorum að sjálfsögðu, þetta náttúrulega gríðarlega breytt samfélag. Við erum með unga og eldri og fátæka og ríka og mennta, ómennta, fatlaða og ófatlaða. Við erum með allan skalan af fólki. Þá er eðlilegt að við sjáum hlutin ekki alveg eins. Það væri, held ég veit ekki hvernig það myndi líta út einu sinni. Það væri ekki aðhald og pælingar. Ég vil taka undir þetta með Dótlu. Ég held í rauninni að svona þessi núningur sem varð, hann kom að vissu leyti til akkurat út af svona ákveðnum kynslóðaskiptum, ákveðinni áherslu sem að fólk hafi bara velti fyrir sér og þá var aðeins tekist á það. En ég held líka að samtökin hafi sem slík þróast og þroskast á margan hátt og eru svolítið að vanda sig við að taka samtalið og fá ólíka hópa að borðinu og ólíkar kynslóðir akkurat og það er bara mjög einhvern veginn frábært. Og það sem að ég er pínulítið hræddur við, en kannski er það bara eðli sögunar einhvern veginn, að það er svona þetta sem hún nefndir í upphafi Gunnar, það var sem sagt þessi spurning menningu hommana til dæmis og menningu lesbíana líka, hvort að hún týnist eða tapist
og það held ég að sé megi alveg sko vanda það pínlítið þannig að hún hverfi ekki en á móti held ég að henni sé sýnd ákveðin virðing og sérstaklega hefur það bara aukist í seinni tíð og það gott sem að Tóta segir að hérna fræðslan orðin einmitt meira persónuleg vegna þess að ég held að það bara skili sér betur en auðvitað þarf að nota útskýra hugtök og annað eftir því þannig að þetta frábært en ég einmitt vil taka undir þetta að ég held að átökin hafi einhvern veginn horfið svolítið, ég skynja það sem sagt á þeim stóra hópi homma sem að ég heyri reglulega í sem á hérna spjalli á ákveðnum samskiptamiðli að þar mestur vilji til þess einhvern veginn að eiga svolítið friðsamlega sambúð að það sé ekki neinum í hag að vera í einhverjum stórkostlegum átökum inn í hópnum og bara sjá hvernig þróunin og styðja nýja og ólíka hópa sem koma til liðs við hinsegin samfélagið og þannig einhvern veginn að byggja upp fungerandi samfélag. Þetta kom sambarlegt svolítið í viðtali sem samtalið sem voru með kvennahreyfingunum daginn og þá var það sko það sem getur gerst við svoleiðis aðstæður og þú reynir að halda öllum inni, en þá getur þú komið með sko stefnu sem svona eins og lægsti samnefnari, þú missir út úr baráttunni kannski svona kraftin úr einhverjum hópum og svona harðar réttlætisbaráttu þeirra sem verða mest undir, eins að ég ætla nú ekki að, ég gerði það bara því Davíð Oddsson sagði það á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í Laugardalsvöll þegar var mest deilt á 10. áratugnum kvótakerfið og veiðigjöld. Þá sagði hann að stundum verðum við að taka samstöðuna fram yfir réttlætið. Þetta er alveg klikkuð setning. En það það sem að getur gerst þegar þú ert að reyna að ná að halda samstöðunni svo víða að kannski bara býrðu til einhverja kröfur eða eitthvað, kannski eins og að bara horfa á einhverja mælistiku, þá vita allir samt að það er einhver raunveruleiki sem að mælisteka mælir ekki neitt sem við ættum kannski frekar að hugsa eitthvað slíkt. Nálfur, þú ert í þessu hlutverki að ná að halda þessari feikna stóru reglíf þannig öllum líði vel undir, en það þannig að verður þá kannski svona að missi kannski svona einhvert afl við það, að þessi einhverju hópar þarna inni sem að þurfi raunverulega hvassari baráttu, það sem að kannski vilji hópsins að við skulum hafa þetta bara sem svona gott og samfélag þannig okkur líði vel saman í staðinn. Er þetta til hjá ykkur sem að mér fannst feministarnir vera svona til í að velta fyrir sig gott að vera í staðinn hjá sér? Já, þú heldur áfram að spyrja stórt sko. Það er ekki boðið upp á annað, það er bara aðalréttir, það er bara steikur. Nákvæmlega. Nei, ég held í rauninni að samtökin 78 þau voru að stækka mjög mikið þarna á fyrsta áratug þessara aldar. Þar sem að við tökum í rauninni fleiri hópa inn undir þessa reglíf og mér þykir mjög eðlilegt að fólki líði eins og þeirra barátta hafi einhvern veginn orðið undir í því eða að forgangsröðun sé ójöfn eða eitthvað svona og það er einhvern veginn svona hluti af samtali sem að bara er eðlilegt. Og ég skil þau sjónarmið mjög vel og einmitt eins og þú segir sko einhvers sameiginlegur lægsti samnefnari að einhverju leyti þá erum við vissulega að einblína á hlutina sem að við getum sagt bjarga flestum lífum eða þar sem að neyðin er mest. En að öðru leyti þá erum við líka að við dreifum í rauninni okkar krafti mjög víða og ég held að okkur sé að takast að ná svona ákveðinni stefnu í það allt saman til þess að við getum búið til einhverja samheldni og einhverja samstöðu í samfélaginu okkar sem að vegna þess að kraftarnir nýtast á milli hópa. Það er ekki eins og transfólk sé út í horni og homar sé einhvers staðar annars staðar og það sé engin blöndun. En aftur á móti það sem að hefur svona kannski valdið mér ákveðnum áhugjum eru kynslóðabilin. Það er einhvern veginn virðist
við þurfum bara að taka á því í rauninni. Okkur vantar mjög mikið að ná okkur saman á þann hátt að einhverju leyti. En sko... Álfur, má ég spyrja þig, af því að þú talar þetta og maður hefur orðið var við að þessi átök eru inn í ykkar hóp, en þau eru víðar og svona. Hvað þessi átök? Getur verið þetta séu átök svona smekk á mannúðarbaráttu, smekk á áherslum, eða þetta átök eitthvað svona grundvallaratriði? Er þetta áferð og svona hvernig hlutirnir eru lagðir fram, eða er þetta eitthvað sem er alveg bara bara upp á líf og dauða? Nei, ég held einmitt að þetta er gjarnan áferð eða áherslubreytingar og þetta það er ekki spurningum hvaða boltavegum að sleppa, heldur í rauninni hvaða bolta við ætlum að passa sig á lofti núna og grýta í þinghúsið eða eitthvað svoleiðis. Það er svona, ég held í flestum tilfellum þá hafi þetta verið, sem sagt, allavega í dag sé þetta forgangsröðunar svona ágreiningur. Og einhver svona áferð einmitt á því hvernig maður orðar hlutina og einhvað samtökin 78 hafa kannski svolítið búið sér til orðspor þar sem við erum mjög málefnaleg sem að hendar í mjög mörgu en við gleymum samt kannski ekki grasrótinni og megum alls ekki gera það þannig að það er eitthvað svoleiðis held ég svona helst af því sem ég finn í dag en vissulega í kringum árið 2016 og aðeins framöttir þá voru vaxtarverkir og það var kannski eins og Tóta nefndi áðan, ef við tökum ekki samtalið þá grasserar eitthvað neikvætt og við mistum svolítið samtalið. En ég held að við sem að ná því upp núna, sko. Já, herðu, ég ætlaði að spyrja Möggustínu, svo sjá ég að hún datt út, það getur verið hún hafi orðið svona rafmagnslaus. Að því að Einar var svona einhver leyti að ég fór allavega að hugsa eftir Einar að tala svona, hvað getum við kallað, homakúltúr og lesbíukúltúr. Þá langar mig að spyrja kannski Tótlu út í það, hvort að er það eitthvað sem að ég eins og margir séð heimildamyndum Fran Líbovits sem að rífur kjaft í 90 mínútur og meðal annars var hún að tala hvað henni lítist ekkert á breytinguna í svona gay-hreyfingunni sem að áður þá voru við alveg guðslefandi fegin að það ekki börn en núna er fólk bara að heimta að fá að eignast börn og við vorum alveg guðslefandi fegin að vera lausvita helvíti sjónaband en núna er bara allur hópurinn að heimta að fá að gifta sig og kannast kannski við þetta þetta getur verið að krafan að fá að vera með og fara inn leiði til þess að hópurinn svona týni sérkenni sínum. Já, einmitt. Þetta var svolítið sem Einar kom inn á áðan, að það var þessi kannski þrýstingur að hinsegin fólk félli bara inn í þetta gagnkynja regluverk og yrði bara eins og það var einhvern veginn átti bara alltaf að vera eins, það bara hjónaböndin, barneignirnar og svo framvegis. Og mátti ekkert kannski vera hinsegin, vera öðruvísi heldur en aðrir. En núna held ég þessi komur kannski aftur tilbaka svolítið á þann stað. Það er bæði í lagi að vera jaðarhópur og ekki falla inn í einhvern kassa á þetta norm sem við búum búið til og þú getur líka valið hitt. Þannig að þetta er svona svolítið, ég ætla að fylgjast kannski með yngri kynslunni núna að þau leyfa sér svolítið að fara út fyrir bóksið og vera ekki endilega inn í bóksið. Á meðan mín svona helsta þrá var alltaf að gifta mig og eignast börn og passa inn og fara inn í kassa. Sem ég langaði að vera inn í kassanum, meðan þau þola ekki að vera inn í þessu normi og þessi ætlast til þess aðeins. Ég held við sem komum svona aftur svolítið á þann stað að það er alltaf í lagi að vera öðruvísi, það er alltaf í lagi að brjóta upp normið. Í bæði lesbíu, homa,
hvað hinsegin hópsum skoðar. Einar Þór, þú hefur tekið þátt í annars konar baráttu líka. Ég verið að nefna áðan sko, margt í hugtökum baráttu homo og lesbía upp á miðri síðustu öld og hvernig hún hefur þróast sem hefur verið fyrirmyndanara hópa. Er það svo? Hafið þið eitthvað að gefa öðrum sem eru kannski veikasetti núna? Heldur að fólk geti hort til ykkar baráttu og lært af henni? Að mikilvægi þess að koma út úr skápnum og gangast við sér að vera eins og Álfur nefndi, hann talaði að vera svona málefnilega og svona, ég man eftir því þegar að forsvarsmenn samtakanna 78 voru fyrst að mæta einhverjum klerkum í sjónvarssal og eitthvað fleira, þá menn héldu andlitinu alveg aðdánavert, það var bara næstuð eins og þegar Malcolm X var að mæta sko hvítum ofstapamönnum í sjónvarpinu 63, þannig að fyrir mér hefur samtökin alltaf verið svoleiðis. Er eitthvað sem að sko réttindabaráttu og frelsisbaráttu samkynhneigðra getur gefið öðrum hópum? Já, svo sannarlega, og mikið það gott ef að fara að líða lókun þess að þáttar að við tölum nú aðeins eldra fólki og þá sem að lögði baráttuna að sko Álfur kom inn og mjög réttilega að þetta ekkert eitthvað rosalegt svona málefnalegur ágreiningur eða hætta ástand, en maðurinn minn var að deyja núna fyrir rúmum 2 vikur síðan, 19 árum eldri, takk fyrir það, 19 árum eldri en ég og á hjúkrunarheimili. Hann fæddist á þeim tímum þar sem að samkynhneigð var geðsjúkdómur og ólögleg með öllu. Fólk og ég og mín kynslóð, ég er 62 ára, við munum það að við vorum í raun og veru í mörgum aðstæðum réttræn og við börðumst beinlínis upp á líf og dauða og til síðasta blóðdropa og margir okkar lifðu það ekki af. Það er dásamlegt og ekkert nema þakklægt að sjá hvernig hlutirnir hafa þróast með tímanum, en þegar maður inn á til þess elliheimili, þess sem gamalt fólk, ekki margir sem hafa komið út úr skápnum inn á elliheimilunum, ég þurfti að útskýra það mjög oft fyrir einhverjum, ég er 19 árum yngri en hann og maður á bestu aldri þanniglega út í það farið, hann var með öldrun og sjúkdóm og lánastofnun. Ég þurfti mjög ofta að útskýra að ég var ekki sonarstöldur, ég var í maðurinn hans. Og þetta gat ekki stundum farið í gegn hjá fólki og það var til dæmis margt fólk sem hefði indælasta starfsfólk sem var að vinna frá öðrum menningar heimum og það að við varum löglega giftir og okkar staða þarna inni væri alveg eins og annar. Og það bara vantaði svona hnútin á þetta núna myndum aðeins minnast á þetta fólk sem að gjörsamlega ruddi brautina og við erum að njóta góðs af því. Það var engin ilska inn á þessum stöðum, það var engin að sýna okkur fyrirlitninga eða mikla fordóma, en skilningurinn var ekki til staðar, mjög oft allavega. Þannig ég get alltaf sagt þetta er söguna. Þannig að þú vorst að segja áðan og Matthías svo sem að segja líka að þegar þú ert komin út úr einu skáp og þá fer út úr næsta skáp, þannig að þú ert raunverulega þarna inni á öldrunarstofnun að svolítið að koma út úr skápnum sem eiginmaður. Já, eiginmaður og býttu nú við, þeir eru 2 menn, ert þú kona? Spyrir mig hvort ég var í kona og auðvitað þetta veit fólk, en svona er hugur okkar, svona er gamli heilin sem að vandist því að hafa í sig á og það að búa ákveð öryggi, það var alltaf svona númer 1, við erum 2 og 3, við erum komin á allt annar stað, en við hefum ekki ferðast saman öll á sama tímabelti með þetta, það er þáttið málið, sko. Ég held því kannski ágætt að nefna inn í þessu samhengi og ég held að sko Einar Þór þekkir það sko manna best hafandi staðið í ótrúlega flottri baráttu varandi HIV smit að ástæðan fyrir því að við börðumst fyrir hjónabandi var ekki til þess að normaliserast, allavega eins og ég kom að málum og skildi þau. Það var til þess að gæta réttar okkar varðandi það ef að einmitt maki okkar, sambúðaraðili, fer inn í einhverja aðstæður þar sem að
aðrir aðilar koma að. Bara til dæmis þegar menn voru að deyja úr alnæmi, að þá kom það fyrir að þeir mistu, eftirlifandi maki misti eignir, fékk ekki að representera makan sinn á sjúkrahúsi, fékk varla mæta á jarðaförina og svo framvegis. Og ég held að við setjum svolítið í okkur, þannig að við sjáum bara aldrei aftur þetta fucking ástand að það sé hægt að henda okkur út úr lífin okkar. Að það sé hægt að stoppa okkur frá því að vera þáttakendur í eigin lífi. Og þess vegna börðumst við fyrir hjónabandi. Það var ekki til þess að normaliserast, þó að það séu einhver sem halda því fram og það er það allt í lagi, við viljum ekki að skattyrðast það. Ég vil bara að sé alveg ljóst. Við börðumst fyrir því til þess að þurfa ekki að þola þetta ástand aftur. Já, geta fólk. Og ég bara kannski nefna það að þó ég segja að samtökin 78 séu komið með einhver orðspor það að vera málefnilega í dag, þá við hefðum aldrei byrjað þessar mannréttindabaráttu nema með steytu nefanum. Og ég vil alls ekki gera lítið úr því sem að var í alvörunni bara barátta milli manna, þar sem að fólk slóst og kastaði grjóti og þannig að aktivismin alveg ótrúlega mikilvægur hluti af þessari sögu líka. Og ekki bara fólk var beitt ofbeldi heldur var fólk drepið af vanrækslu. Það var ekki sinnt alvarlegum sjúkdómum hópsins og látið deyja. Það nú kannski oftast sem að samfélag drepa fólk. Það með bara kerfisbundinni vanrækslu. Líklega það svo. Herðu, leiðilegt enda á svona dabru tón sem ég gaf inn í þetta, en ég þakka ykkur kærlega fyrir að hjálpa mér til þess að skilja baráttu hinsegin fólks og hlusta á ykkur tala. Ég grunum að ég fari og reyni að fræðast aðeins til þess að undirbúa mig undir framhald við að fá að tala við ykkur eitthvað tíma seinna aftur. En ég þakka ykkur kærlega fyrir í kvöld. Tótla, Álfur, Margrét, Pála sem nú farin núna, Einar Þór og Matthías og hlustuðu þakka ég fyrir að staldra við. Ég vek athygli því á eftir á samstöðunni kemur þáttur leigjendur sem hópur sem í mikilli réttlætisbaráttu núna og svo í kvöld verður hér pólski þátturinn. Það er þáttur á pólsku á samstöðunni sem að fjallar málefni pólskra innflytjenda hér og stundum pólsk samfélagsmáli í Póllandi. Og svo klukkan 10 verður þátturinn midnight í Kænugarði, þar sem við fjöllum innrásina í Úkraínu og ýmsa þætti sem að tengjast þeim atburðum og afleiðingum þeirra. En takk fyrir í kvöld.